Já, góður hlustendur og áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á fimmtudegi. Það er alltaf sama umræðefni hérna. Það er kórónufaraldurinn og kreppan sem að henni fylgir og svona ýmislegt sem að því tengist. Og í kvöld þá langar mig til þess að ræða sérstaklega atvinnuleysisbætur og kannski í kjölfarið örorku og eftirlaunabætur. Það er þúsunda sem að lifa af og hafa það sem einu tekjur, bætur frá ríkinu eða opinberum sjóðum. Og til þess að ræða þetta eru tveir þingmenn. Það er Halldóra Mogensen sem er Pírati eins og þekktir og Ágúst Ólafur Ágústsson sem er Samfylkingarmaður. Við erum með Hauk Arnþórsson sem hefur kannað mjög kjör aldraðra og öryrkja í gegnum tíðina og svo Bjarni Jónsson sem hefur komið áður. Þá vorum við að tala svona atvinnuhorfur eða stöðu fólks sem að missir vinnuna svona á síðari hluta starfsævinnar og erfiðleika þeirra til þess að fá vinnu. En að því að Bjarni Benediktsson var í Kastljósi í gær og var að tala að hann vildi ekki hækka atvinnuleysisbæturnar vegna þess að hann hefði ferðast landið og talað við fyrirtækjaeigendur og þeir segðu honum það að það væri svo erfitt að fá fólk til þess að koma inn á lægstu laun sem eru 335.000 krónur í dag fyrir skatta þegar að fólk væri á 290.000 krónum í atvinnuleysisbótum og það mátti skynja þess svo að ef atvinnuleysisbæturnar eru hækkaðar að þá væri, hann fann til með fyrirtækjaeigendunum að þurfa að reyna að lokka fólk til vinnu fyrir svona lítinn ávinning. En þegar ég var að hlusta á þetta þá velti ég fyrir mér af hverju spurði hann ekki bara eitthvað sem er á atvinnuleysisbótum, hvort það sé vandamál. Er það vandamál að reyna að lifa af 290.000 krónum? Ég veit ekki hvort það séu bæturnar þínar, Bjarni, en hvernig er að lifa af atvinnuleysisbótum á Íslandi í dag eins og þetta er? Ég er kannski ekki og vil alls ekki tala fyrir hönd allra því að ég kannski er í stöðu sem kannski fleiri vilja vera í. Fyrir tæpum 3 árum síðan þá skiptum við íbúð við hjónin, minnkuðum við okkur og greiddum skuldir og ég held að fyrir það fyrsta að kona mín er með vinnu og að við séum skuldlaus hafi nú bjargað því sem bjargað var. En eins og hefur nú komið fram í þessa umræðu bæði aðalega frá verkalýðshreyfingunni og sumum þingmönnum einmitt þetta tekjufall sem verður. Og þetta er verulegt tekjufall eins og BHM hefur verið að benda á alltaf 55%. Hámarks atvinnuleysisbætur eru 290.000 krónur. Fyrir utan þessa fyrstu 3 mánuði þá var það aðeins hærra, hvað er það 450-60.000 krónur, sem að hluta til er jákvætt og vel að merkja að ASÍ gerir kröfu það að þessi tími þarf úr 3 mánuðum í 6 mánuði, sem ég tel alveg sjálfsagt mál. En þessu upphæð 290.000 krónur, hún þýðir það að ég fæ útborgað eftir skatta og vel að merkja atvinnuleysisbætur eru skattlagðar. Og er ekki tekið iðgjöld af þeim? Jú, og að sjálfsögðu er ég í stéttarfélagi, mér finnst það bara samfélagslega skylda mín að vera í stéttarfélagi og þegar allt kemur til alls þá fæ ég útborgað 242.000. Þannig að þetta er ástæðunarfé mitt og ég þekki nú einstaklingar sem eru í sömu stöðu og sem eru með lán á svipum aldur ég og þeirra líf er mjög óbærilegt. Og vægast sagt erfitt. Það að hækka og það að fá ekki fólk á lágmarkslaunum 333.000 krónur, við skulum bara setja þetta aðeins í samhengi, munur þarna milli hæstu bóta eru eitthvað 12% og þetta er þó 12% munur. Og fólki sem er á þessu launum, það munar þrátt fyrir allt þessar 40.000 krónur sem þarna ber á milli. Þannig að mér finnst svona málflutningur það að fólk nenni ekki að vera að fá sér vinnu upp á 330 krónur. Ég eiginlega blæs svolítið á það og ég held að ASÍ hefur nú sýnt fram á það að atvinnuástandið hér á landi undanfarin áratugi, marga áratugi, er bara þann veg að við höfum alltaf verið með lágt atvinnuleysi, við höfum verið með mikla verðbólgu sem hinn þátturinn í þessu.
Þannig að við erum töluvert langt frá því að fólk nenni ekki að fara að vinna. Og atvinnuleysi núna í kringum 9%, heildaratvinnuleysi. Það næstum helmingi hærra heldur en var áður en það sé upphafi árs. Þannig að við skulum bara átta okkur á því að þrátt fyrir það að fólk vil fá vinnu, þá hefur það bara ekki möguleika á því. Og hjá BHM þá hefur nú komið í ljós að það eru 4.500 félagsmenn eða háskólamenntaðir sem eru atvinnulausir og hafa verið langan tíma. Og það atvinnuleysi hefur verið konstant frá því, ekki konstant, það hefur verið verulegt frá hruni. Af því að allar aðgerðir í efnahagsmálum til þess að auka atvinnu hafa gengið út á svona stórkallarlegar framkvæmdir sem mannafrekar, en það þá fyrst og síðast í störfum þar sem hentar karlmenn. En mér langar ef ég má aðeins taka hérna nokkrar mínútur af því að fara hans í gegnum 3 greinar, örstutt. Fyrst ætla ég að nefna hérna grein sem Ásdís Kristjánsdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins skrifaði 14. júní síðastliðinn. Hún heitir Bótamet eitur í beinu þjóðar. Það getur við verið sammála. Og ég get líka verið sammála það að markmið atvinnuleysisbóta að fleyta fólki í tímabundið tekjufall vegna starfsmissis og veita því ráðrúm til að leita sér starfa. En í þessu ástandi þá það bara ekki hægt. Og í hennar grein kemur bara fram þessi klisja að fólk nenni ekki eða vilji ekki leita sér atvinnu þó að lágmarkslaunin séu eins skammarlega lág eins og þau eru. Og ég líka benda á ákveðna röksemdafærslu sem hún notar og ég sé birtast í málflutningi þeirra sem vilja alls ekki hækka atvinnuleysisbætur. Hún talar hérna í sinni grein að eins og allir væru með 485.000 krónur sem þá kannski hámarkið í fyrstu 3 mánuðina, en ekki það að fólk endar í 290.000 krónur. Þannig að það svona verið að reyna að svona skekkja staðreyndirnar til þess að það hendi málflutningi. Og síðan ætla ég aðeins að fara yfir í grein sem Þóra Sveinbjarnardóttir, formaður BHM, skrifaði núna í Fréttablaðið 19. ágúst. Það sem hún einmitt að benda á þessi annars vegar þennan fjölda félagsmanna með háskólamenntun 4.500 manns sem án atvinnu. Og þar getur tekið hrunið verið alltaf 55% og það nú gríðarlegur stór hluti tekna. Og annað atriði sem hún bendur á sem betur verið vonandi að lagast, það að núgildandi reglur atvinnuleysistrygginga leyfa ekki fullt háskólanám við þær aðstæður sem við búum í dag. Svo ætla ég að leyfa mér að taka hérna áherslur Alþýðusambands Íslands frá 19. ágúst. Það sem farið mjög grundigt í þetta mál og það kröfur sem ASÍ gerir núna í þessari stöðu og það þessa hækkun atvinnuleysisbóta. Og ég held að við ætlum kannski að færa líka svolítið umræðuna aðeins út í það, hvernig verkalýðshreyfingin hefur lagt þetta upp. Þegar ég held að það sé góður grunnur af því hvernig við mann nálgast þetta mál. Af því að það alltaf verið talað að bjarga atvinnuvegunum, en við skulum líka átta okkur því að það fólk sem þarna bak við þetta allt saman. Við munum hérna skjóta inn þessu greinum í komment undir þessum þræði á Facebook, þannig að fólk geti leitað þær uppi og séð þær og skoða þær í tengslu við það sem þú hefur að segja. En Bjarni endaði á því að tala hérna tillögur ASÍ, ef ég má spyrja þig, Ágúst Ólafur, sem nú í flokknum sem rætur sínar að rekja til stofnunar Alþýðusambandsins. Alþýðuflokkurinn þarna einhvers staðar inni í Samfylkingunni. Það sem að ASÍ leggur áherslu á að hækka grunnbæturnar og það að lengja tekjutengdu bæturnar úr 3 mánuðum í 6 mánuði. Það að hækka þakið sem á tekjutengdu atvinnuleysisbótunum, þannig að það byrjiði að skerðast fyrr, ef ég skil þetta rétt.
og að lengja bótarétt atvinnuleysistrygginga í 3 ár. Hann held ég 2,5 ár núna. Hann var lengri eftir hrun og þetta yfir það tímabil þú búin að vera í 3 ár og þannig en að segja við til sveitar og svo að auka fjármagn til vinnumarkaðsaðgerðar í fjármálaáætlun og önnur slík úrræði. Þetta eitthvað sem að Samfylkingin og kannski aðrir í stjórnarandstöðu geta tekið undir og fleytt þessum tillögum inn á þing? Já, heldur betur og gott betur vegna þess að við nú þegar höfum flutt svona tillögur á Alþingi. Þetta voru tillögur á uppistöðu sem voru felldar af hálfu Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks bara í vor. Tillögur sem stjórnarandstaðan hefur nú þegar lagt áherslu á. Við munum sömuleiðis leggja þetta aftur til ef þessi ríkisstjórn stendur sig ekki hvað þetta varðar. En aðeins varðandi þessi skilaboð sem eru að berast frá ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, þau eru ótrúlega nöturleg. Þetta er þessi gamli thatcherismi, ef ég má nota þá orð í þessum ágæta þætti, þessi 19. aldar hugsun sem bara forkastanlegur. Ég tek undir það sem Bjarni Jónsson sagði hér rétt áðan að halda það að fólk kjósi að vera á bótum sem eru 240.000 kall í stað þess að vinna hefur verið svo margrakið og ég var nú búin að skoða rannsóknir frá Yale og Harvard og Moody's og mörgum hagfræðingum. Þetta er tóm tjara, einhver hægri mýta sem við bara höfnum algjörlega. Það kýs enginn að vera á þessu strípuðum bótum. Fólk vill vinna og meðan það enga vinnar að finna, vegna ríkisstjórnin nú ekki sérstaklega að kræfa að búa til störf, 20.000 störf hafa horfið á íslensku vinnumarkaði bara á þessu ári, þá þurfum við að bæta í atvinnuleysisbæturnar. Ég hef nú sagt að það er ekkert einasti þingmaður myndi treysta sér til að lifa á 243.000 krónum á mánuði. En það er hlutskipti sem Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir ætlast til að 1000 Íslendinga þurfa að sætta sig við núna í haust. Við getum gert svo miklu betur. Launþegar eiga þetta inni, þeir borga inn í tryggingagjald af sínum launum sem fer í atvinnuleysistryggingasjóð, þannig að þeir eiga rétt á þessu. Og þetta það verið að dæma að mínum að þetta er fólk til fátæktar til hliðar við hina hópana sem eru fátækir okkar samfélagi, hvort það eru hluti eldri borgara og öryrkja. Mér finnst þetta skammarlegt og ég vísa í það sem Svandís Svavarsdóttir var að segja á svona svokallaða samráðsfundi sínum í dag, þar sem hún endaði orð sín á því að þau vildi ekki skila neina eftir, fólk ætti enginn að búa við fátækt á Íslandi. Það er svo holur hljómur í þessu að mér blöskrar að heyra þetta, því þetta sama fólk fellir hér tillögur trekk í trekk sem einmitt miða því að hækka bætur og núna bara síðast í vor þegar koma atvinnuleysisbótunum. Þannig að maður er svona heitt í hamsi hvað þetta varðar, því mér finnst þetta sorglegt. Við þurfum ekki að hafa þetta svona. Það getur enginn lifa á 240 skall á mánuði. Ísland er 10. ríkasta land í heimi. Það eru nægir peningar hér til en þetta er bara vitlaust skipt og ef maður treystir þetta ekki til að finna peningar þá bara afla peningana. Þetta stýst pólitík vetrarins að mínu mati og þetta verður tekist á í vetur en nú liggur stefna ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar alveg grímulaus fyrir og eftir sem áður þá munu Vinstri grænir bara kyngja þessu og fylgja þessu leiðtoga sínu í einu og öllu en það er bara sorglegt, það er alveg virkilega sorglegt. Halldóra, við þurfum að leyfa Ágúst Ólaf að kæla sig þess. Nei, það er hérna, sko, eitt sem þegar Bjarni var að tala í gær, þá var það þetta munaði engu, 290 og 375 og með þetta koma ágætlega fram hjá Bjarni, þetta munar bara víst miklu vegna þetta eru 45.000, kannski þegar það kom í launumslæðir þetta 30.000 og þetta eru 30.000 þegar þú ert orðin alveg blönk 20. og átt ekki krónu. Þannig að þetta eru sko mikilvægustu peningarnir sem þú getur fengið og að halda það að þetta sé svo lítill munur að muni enginn tegja sig eftir þessu. Er þetta ekki svona blinda fyrir svona þeirri stöðu sem að atvinnulaust fólk er í? Ég spyr það því ég veit að þú varst atvinnulaus tíma. Jú, þetta líka fletti bara ofan af þessu, hvað skal segja, afsakið í sletti, þessu disconnect sem er kannski hjá þeim sem að hafa, einmitt sem munar ekkert 30-40 skall. Því Bjarni er augljóslega þar og hún munar ekkert þann pening. En að sjálfsögðu þegar maður er með mjög lágar tekjur og hefur mjög lítinn pening þess að ná endum saman, þá skiptir þetta sköpum 20-30 skall aukalega skiptir ótrúlega miklu máli. Mér finnst líka bara svo andfélagslegt að
fjármálaráðherra að styrkja fyrirtæki til þess að reka fólk og svo segja það að hækka atvinnuleysisbætur mun á einhvern hátt bara skapa auki atvinnuleysi. Þetta er svo fáránlegt. Við erum aftur komin á þannig stað, þessi hugmyndafræði að fólki er einhvern veginn ekki treystandi í augum Bjarna og margra í Sjálfstæðisflokknum. Það bara fólk er ekki treystandi, fólk eru bara einhverju svona latir, ótraustverðir einstaklingar í eðli sínu og það þarf að hafa vit fyrir þeim og algjör að stjórna þeim og helst það þarf bara að beina öllu fjármagni til fyrirtækjanna út af því að fyrirtækin eru til staðar til að skapa allan auð hérna í samfélaginu þegar það er í raun og veru fólki sem er að skapa auðin. Þetta finnst mér vera svona gegnumliggjandi í öllum aðgerðum ríkisstjórnarinnar og í orðræðu fjármálaráðherra. Ég var atvinnulaus á sínum tíma en segi bara eins og Bjarni sagði áðan að ég var náttúrulega í þeirri forréttindastöðu að mamma mín átti auka herbergi í íbúðinni sinni þannig að ég gat flutt inn til hennar þegar ég var atvinnulaus og nýbúin að eignast barn og ég var bara ein með barn og gat því lifað á þessum nöturlegu launum í þennan tíma sem þurfti. En mér er líka mikilvægt að koma fram þótt að ég haldi og tel það að það sé enginn sem kjósi sér það að vera atvinnulaus til lengri tíma. Að þá held ég að það séu ofboðslega margir sem að dreyma og sækjast á eftir því að finna sér vinnu sem að hentar, vinnu sem að fólk á einhvern hátt brennur fyrir og líður eins og þau sé að gera eitthvað sem skiptir einhverju máli. Og það er forréttindastað að fá að vera þar og ég held að meirihluti fólks á vinnumarkaði það hefur ekkert þau forréttindi að geta valið sér starf út frá hugsjón eða hvaða brennur fyrir eða hvað verulega langar til þess að gera þessum tíma og er frekar að velja sér vinnu út frá því, bara að þau þurfa að gera það, þau verða að vinna til þess að ná endum saman. Og að vissu leyti var mitt atvinnuleysi í þeirri forréttindastöðu að geta flutt inn til mömmu með dóttur mína og nýtt þann tíma til þess að sinna dóttur minni og varða meiri tíma með henni, að þá hefði ég líka tíma til þess að hugsa bara lífið mitt og sjálfa mig og hvað mig langar til þess að gera við lífið mitt og vinna í sjálfur mér og lesa og verulega bara hugsa mig næstu skref. Og hefði ég ekki haft þennan tíma þá væri ég líklegast ekki á þingi í dag. Ég skrifaði þingsályktunina borgaralauna meðan ég var atvinnulaus á þessum tíma áður en ég kem á þing. Þannig að þótt að þetta hafi verið erfiður tími og launin eru allt og lág fyrir fólk sem er ekki þeirri forréttindastöðu að geta flutt inn til mömmu einmitt eða eiga skuldlaust húsnæði, að þá getur þetta líka verið tækifæri ef að við búum þetta þannig að þetta sé tækifæri fyrir fólk og þú þurfur ekki að ströggla á þessum tíma sem þú ert svona aðeins í einhverju millibils ástandi að átta þig á lífinu og tilverunni og hvað er langar til þess að gera, til þess að rækta hamingjuna. Og ég spyrja þig að þeim búin að vera vinna alla sína hunds og kattatíð og borga skatta og skyldur og svo lendir maður í atvinnuleysi, það er svona kliftuldan á fótunum og maður verður að fara að flytja heim til mömmu og svo manni rétt ávísun upp á 240.000. Er það svona upplifun að samfélagið sé ekki að meta mann mikils? Þetta er svoleiðis tilfinningur. Það er svona dálítið verið að gefa skít í mann. Ég byrjaði að vinna 17 ára, ég hætti í skóla og byrjaði að vinna 17 ára og hef alltaf unnið bara eins og flestir Íslendingar gera, bara eins og skepna og borga sína skatta og fyrir einhverja vinnu sem í raun og veru, ég var aldrei eitthvað svona career-orientated, það var aldrei eitthvað frami sem keyrði mig áfram, ég bara tók eitthvað jobb, einhverja vinnu og þarna sem borgaði reikningana til þess að ná endum saman og ég get ekki sagt að ég hef haft mikla hugsjón í þessum störfum, en lífið mitt snerist bara eitthvað allt annað heldur en vinnan sem ég var í. Þannig að sjálfsögðu er það ömurlegt að þegar að maður er komin á stað í lífinu þar sem að maður raunverulega þarf á aðstoð að halda og því maður er bara komin í smá klemmu, að þá er maður einmitt bara rétt fær nægilegan pening til þess að ná endum saman ef maður býr í herbergi með barninu sína heima hjá mömmu sinni. Auðvitað er þetta dálítið að vera að gefa manni puttan. Mér finnst þetta ekki boðlegt og mér finnst þetta líka bara, það er ekki bara spurning þetta sé ekki boðlegt, heldur þetta er ekki gagnlegt fyrir samfélagið.
og því við erum ekki að horfa á auðinn sem að til staðar í hverju einustu mannesku. Þú veist, mannauðurinn sem við erum að fara á mis við með því að festa fólk í einhverju svona í einhverju svona fangelsi, frelsissviptaða efnahagslega í þennan tíma í staðinn fyrir að leyfa fólki að einhvern veginn dafna og sérstaklega á þessum tímum þar sem svona gríðarlega mikið atvinnuleysi út af COVID, þá erum við að missa svo mikið af tækifærum. Við gætum núna verið að afnema skerðingar og skilyrði af atvinnuleysisbótum, hækka það og gefa fólki auki frelsi einmitt til þess að átta sig á lífinu og næstu skrefum, auka nýsköpun og annað. En í staðinn þá bara verið að horfa til fortíðar, það er verið að reyna að reka allt bara eins og það var. Það vantar alla framtíðarsýn. Það vantar alla sýn á hvernig við getum nýtt þennan tíma til þess að breyta samfélaginu til þess betra og hvernig við getum nýtt þann gríðarlega mannauð núna sem er fastur á einhverjum skilyrtum atvinnuleysisbótum upp á 240.000 krónur á mánuði. Þetta bara astnalegt að okkur að gera þetta. Haukur, það alltaf þegar við ræðum atvinnuleysisbætur og að það sé ekki hægt að lifa af þeim og þá 240.000 krónur útborgað. Þá hópur í samfélaginu sem réttur upp hönd og segir, við erum með 240.000 krónur brúttó áður en að tekin á okkur skattur og það eru öryrkjar og svo eftirlaunafólk sem á svona strípuðum bótum. Og það eru hópur sem að því miður einhvern veginn svona hefð fyrir því í samfélaginu að bara líta framjá að það eiginlega ekki á dagskrá að bæta kjör þess, að það svona verið að berjast fyrir því en það nær ekki inn í svona meginstraum stjórnmálana. Svo kemur áfall eins og þetta sem að fólk sem áður var í vinnu dunkar niður í þessi kjör og svo þessi með 290 á meðan að kannski lægstu bætunar eitthvað þar í 250 eða eitthvað, ég maður ekki alveg nákvæmlega töluna, en það undir. Er þá von, þessum aðstæðan spurning kannski, er þá von til þess að þetta verði til þess að við áttum okkur á þeim stóra fjölda sem að varða, við bjóðum við þessar aðstæður áður en að stóra atvinnuleysið og áfalli komum. Gæti þetta orðið til þess að við færum kannski að tala þetta allt í einni heild, þeir sem eru á atvinnuleysisbótum, þeir sem eru á örorkubótum, þeir sem eru á eftirlaunum og við þurfum að bæta upp kjör þeirra sem eru raunverulega á tekju frá ríkinu. Já, ég held að við séum á ákveðnum tímamótum. Við erum komið með miklu stærri hópa utan vinnumarkaðar en áður og þessir hópar eiga miklu meira sameiginlegt en það sem aðskilur þá. Við erum með aldraða eða eldri borgara, við erum með öryrkja, við erum með námsmenn, við erum með atvinnuleitendur og síðan erum við með tæplega 6.000 barn sem falla utan þessara kerfa og eru á framfæri sveitarfélaga. Og þannig að við erum með þessir hópar skarast og það erfitt að fá þessar tölur, ég hef verið svolítið að vinna í þessu. En ég ekki með endanlega tölur, núna einhvers staðar milli 100 og 200.000 mann sem eru núna utan vinnumarkaðar og þetta ekkert að breytast. Á sama tíma og þjóðin eldast, þá líka að gerast tæknibylting og það þarf sífellt færri við framleiðslu og það þarf sífellt færri við þjónustu. Því lofað eða hótað eða hvernig við orðum það að jafnvel umönnun á heimilum verði gerð með tölvum. Og núna hefur þetta COVID-ástand gert að verkum að tæknivæðingu, sölu og þjónustu hefur stór aukist á Íslandi og það eru litla líkur á því að það fólk sem núna er atvinnuleysisbótum fái allt vinnu aftur. Þannig að ég hefði haldið að allt þetta fólk sem er utan vinnumarkaðar, það þyrfti að endurhugsa það, hvernig á að þjóðfélagið á að koma fram við það og það þarf að endurskapa atvinnuleysistryggingar í ljósi þessara nýju aðstæðna. Ég hef alltaf verið veikur fyrir borgaralaunum en nákvæmlega það að öll þjóðin, ríkir og fátækir fá sömu upphæðina er nú mjög hægri sinnum nálgun. Ég er miklu nær gömlu skandinavísku og gömlu íslensku jafnaðarmannaleiðinni að félagsmálakerfið styðji þá sem á þurfi að halda en einhver útfærsla af borgaralaunum sem er tengd velferð tel ég þurfa að vera og ég væri mjög tilbúin að vinna í vinnuhópi með fólki endurnýjaðar almannatryggingar.
Það sem á næði utan þessa hópa sem þú nefndir, það eftirlaunafólk sem svona 50.000, öryrkjar sem svona 20.000, atvinnulausir sem eru bara nálgast 20.000 og svo eru háskólanemar, ég veit ekki hvað það stór hópur. Þannig við erum kannski að tala 100 til 120.000 manna hóp. Já, ég hef ekki fengið þetta tölur frá Lánasjóði Íslands námsmanna, en ég hef verið að reyna að ná tölum þetta. Mér langaði til þess að skrifa kannski eitthvað örlítið nauðsynina á endurnýjun almannatryggingakerfisins. En annað sem mér finnst vert að nefna það að þessi hópur, hann utan hluta félagslega kerfisins. Það þannig að nýfrjálshyggjan sem hefur verið hér síðustu áratugi, hún hefur gert að verkum að það hefur ekki mátt endurnýja og þróa í takt við tímana félagsmálakerfi ríkisins. Það hefur orðið til þess að verkalýðshreyfingin hefur tekið að sér að vera það afl sem ver almenning í þessu tilliti. Og verkalýðshreyfingin hefur komið á í rauninni skatti á fyrirtæki sem eru 4% af heildarlaunum launþega sem renna í sjóðir. Þetta eru orlofssjóðir, þetta eru endurmenntunarsjóðir, þetta eru sjóðir félagslega virkni, þetta eru sjúkrasjóðir og þetta sem sagt síðan virkni endurhæfing. Og einmitt þegar fólk missir atvinnuna, þá þarf það á öllu þess að halda. Og aldraðir þurfa þessu að halda og öryrkjar, en þessir hópar sem detta út á vinnumarkaði, þeir njóta ekki þessara nýju félagslegu kerfa. Og það í gangi ákveðið samtal milli samtaka eldri borgara og verkalýðshreyfingarinnar. Ég heldur mér sé óhætt að segja frá því, það bæði við ASÍ og við samtök ríkisstarfsmanna og háskóla- og menntunarstörfsmanna það hvernig verkalýðshreyfingin getur staðið vörð kjör fólk sem utan vinnumarkaðar, fólki sem missir vinnuna, fólki sem fer í starfslok og svo framvegis, og hvernig þetta fólk getur fengið aðgang að þessari nýju félagslegu þjónustu sem byggð á skattlagningu sem ASÍ hefur samið en ríkið ekki komið nálægt. Herðu, þarna nefnd töfraorð, almannatryggingar sem ég verið að spyrja Kratan og Alþýðuflokksmanninn í hópnum og svo borgarlögin sem að Halldóra hefur haldið mest á lofti í umræðinu á þinginu. Þannig að það aðeins rúntnir og þing áður en ég kem aftur á þér, Bjarni. En byrja á þér, Ágúst. Almannatryggingar, það bara endurnýja. Það bara endurnýja gömlu hugsjón Alþýðuflokksins frá 1930 í ljósi breyttra tíma. Þetta eitthvað sem við ættum að kasta á borðið? Já, heldur betur. Við þurfum að í fyrsta skipti í talsverðan tíma þá erum við með vel vinnandi fólk, kannski hjón, sem ná ekki endum saman út af vinnumarkað annars vegar. Síðan lendir þetta fólki að missa vinnuna og þá lendir í enn verri stöðu. Þannig að velferðarkerfi okkar á ekki vera eitthvað lágmarksnet, velferðarkerfi okkar á að vera öflugt í svokallaða norræna anda. Og það bara búið að hola það of mikið að innan að okkar mati, þess að þurfa að spýta hér í. Það sem ég hef talsverð áhyggjur af, það ekki bara það að atvinnuleysi uppleið, samkvæmt spám, þá hafa líka fjölmargir yfirgefið vinnumarkaðinn, það sem Haukur var aðeins að nefna hér áðan. Og ég nefndi það sérstaklega, ef við litið til eins árs, að þá hafa 30.000 störf horfið af íslensku vinnumarkaði. Og til samanburðar þetta talsvert fleiri störf heldur en á Austfjörðum, við Vestfjörðum og Akureyri samanlagt. Þannig þessi störf eru horfið. Við sjáum hvergi hjá ríkisstjórninni að vera að búa til störf, það ekki verið að búa til neitt tækifæri og þið hafi verið að tala ýmsa hópa. Það einn hópur sem ég hef sérstaklega áhyggjur af og það ungt fólk. Við sjáum að atvinnuleysi ungs fólks að nálgast 20%. Þetta bara, eins og það sem við vorum að lesa í fréttu frá Spáni á sínum tíma. 40% þeirra sem voru atvinnulausir í sumar voru ungt fólk. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessu fólki sem að fara að hefja sína þátttöku í samfélaginu, verður atvinnulaust eða atvinnulítið, við getum kallað þetta COVID-kynslóðina. Ég hef miklar áhyggjur af fólki sem flosst upp úr námi, sérstaklega kannski strákum sem voru veikir fyrir. Þetta svona samfélagsleg áskorun sem við erum ekkert að tækla. Og ég hef
null trú á því að ríkisstjórn Bjarna Benediktsson geti gert það. Þess að skiptir svo miklu máli að við höfum hér ríkisstjórn sem beita ríkisfjármálum á tímum kreppu í þágu þessara hópa en ekki alltaf í þágu fyrirtækjana. Ég meina, maður þarf ekki að fylgjast lengi með íslenskri pólitík til að sjá að það eru stórfyrirtækin sem eira fjármálaráðherra en ekki fólki. Það er ekkert samsæriskenning, maður sér þetta bara. Vitið hver eina skattalækkunin sem hefur farið í gegn á þingi á COVID-tímanum? Það var að ríkisstjórnin keyrði í gegn í vor lækkun á skatti gagnvart fyrirtækjum sem að kaupa stór skip. Þetta er svo lýgilegt, þetta er svo brandari. Þetta er eina skattalækkunin sem þeir keyrðu á metraði gegnum þingið sem dæmi hvað er alltaf í forgrunni hjá þessar ríkisstjórn. Það var líka bara í Kastljósi í gær þar sem fjármálaráðherra mætti og endurómaði bara auglýsingaherferð Samtaka atvinnulífsins sem náttúrulega bara samtök auðugustu fjármagnseigenda landsins og allra stærstu fyrirtækjanna. Hann endurómaði bara auglýsingaherferðina. Ég sé engan sérstaklega mun á forsvarsmönnum Samtaka atvinnulífsins, fjármálaráðherra eða viðskiptaráði. Þetta er sama mantra. Ég nú búin að vera að takast á við þetta fólk að við þurfum að efla hér opinbera þjónustu, þar með að fjölga opinberum störfum. Sko þetta fólk sér algjörlega rautt þegar ég nefni það, þegar ég að kalla eftir að hér tækifæri til að fjölga lögreglumönnum eða hjúkrunarfræðingum eða félagsráðgjöfum eða vísindafólki. Meina, ríki kringum okkur að gera þetta. Keynes kenndi okkur þetta fyrir 100 árum að við eigum að nota það opinbera til að skapa eftirspurn og búa til störf og tímum kreppu. Roosevelt gerði þetta. Ágúst Þorvar, mér langar að spyrja þig. Eigum við að efla almannatryggingakerfið og leysa þetta á grunni þess eða eigum við að segja nei, almannatryggingakerfið er allt of flókið og allt of mikið vesen, við skulum bara skuttla okkur yfir í borgarunum? Við eigum að endurreisa almannatryggingakerfið. Að sjálfsögðu að gera það einfaldara, hvernig sem það er gert. Aðalatriði að fólk á að geta að lifa á þeim bótum og þeirri aðstoð sem við erum að útdeila gegnum kerfið. Hvort sem það er tímabundin aðstoð eins og atvinnuleysisbætur eða varanleg aðstoð eins og gagnvart öryrkjónum. Sko, ef við teljum okkur ekki hafa efni á þessu sem rík þjóð, sem er með blússandi arð af þjóðarauðlundum sem reynda að renna ekki sérstaklega til þjóðarinnar, heldur til 20 fjölskyldna í þessu landi, þá þurfum við bara að endurhugsa skattkerfið og hvernig við tökum arð frá þjóðarauðlundunum. Sko, við erum lítið land, við erum 360 manns. Þetta þarf ekki að vera svona. Hér þurfa ekki 6.000 íslensk börn að búa við fátækt. Það er tilfellið. Hér þurfum við ekki að lækka veiðilegugjöld helming, en það er þessi ríkisstjórn búin að gera. Af hverju þurfum við að hafa lægsta fjármagnstekjuskatt allra Norðurlandana? Það er þessi ríkisstjórn er með. Þannig að sóknarfærin er svo sannarlega fyrir hendi. Við getum lyftu lágtekju- og millitekjuhópunum. Við getum jafnvel lækka skatta á millitekjuhópum og lágtekjuhópi, það getur því. Það getur skynsamlega tíma kreppu að lækka skatta. En við getum hugsanlega að hækka skatta á þeim sem hafa borð fyrir báru og þeir eru svo sannarlega fyrir hendi. Við sjáum það bara þegar við skoðum launatölur, eignatölur. Eignaójöfnuður hefur verið að aukast á Íslandi og það takk eftir ég er að tala eignaójöfnuð, ekki tekjujöfnuð. Eignaójöfnuður hefur verið að aukast á Íslandi og við sjáum að 1% ríkust Íslendingana á meiri hreinar eignir en 80% Íslendingar. Þetta er sjokkandi staðreynd sem ég reyna að koma að hvað sem ég kem. Halldóra, eigum við að fara þá leið að finna þráðinn af hugsjónin almannatrygginga frá því 1930 og fyrir þann tíma sem var baráttumál verkalýðshreyfingarinnar þá, eða hefur komið í ljós að það kerfi er kannski gott að skilja það bara eftir í 2000-öldinni og taka upp borgarlögin? Sko, mér finnst kannski mikilvægt að byrja á því að tala borgarlögin er ekkert annað heldur bara skilyrðislaus grunnframfærsla. Þannig að við erum að tala að það fái alla tryggða grunnframfærslu sem er ekki háð skilyrðum eða skerðingum. Og það er byggt á þessari hugmyndafræði að við höfum öll að njóta arðs af hlut okkar í sameiginlegu eignarhaldi auðlinda okkar. Það er svona grunn hugmyndafræðin á bakvið þetta. Út af því að Haukur talaði áðan að þeir efna meiri ættu ekki að fá þetta, það ætti frekar að targeta þetta að þeim sem að þurfa mest á þess að halda.
að þá líka mikilvægt að segja það að borgaralaun ekki eitthvað svona galdralausn sem að ein og sér að fara að redda öllu samfélaginu. Þetta hluti af mun stærri kerfisbreytingu og sú kerfisbreyting felur í sér bara við þurfum að endurhugsa skattkerfið út af því að það líka orðið úrelt og þegar við erum að tala það að tryggja grunnframfærslu að þá sjálfsögðu það þannig að þeir sem eru í vinnu og eru að fá há laun að skattkerfið myndi jafna það út þannig að borgaralaunin færu aldrei til þeirra sem ekki þurfa á því að halda. Það hægt að horfa það eru margar kerfið tækið það bara beint tilbaka aftur. Já, þú veist, þetta myndi núllast út með skattinum. Þannig að en að sjálfsögðu þá þarf að hugsa þetta í einhverju svona heildarsamhengi en út frá þessari grunnhugmyndafræði að við öll að njóta sameiginlegra auðlinda, bara arðsins af sameiginlegum auðlindum jarðarinnar sem ekki staðan í dag. En ef við að ég sé fyrir mér að það eru gríðarlega mikla breytingar sem að eiga sér stað núna. Hversu erfitt verður að berjast fyrir auknum tekjum í framtíðinni þegar tæknin býður upp á ódýrari lausnir en mannavinnuafl eða þegar fyrirtæki geta bara outsourcað erlendis þar sem ódýrara vinnuafl. Við erum Ágúst Ólafur að tala störf sem að hverfa. Þetta að gerast allan heim og þróunin verður áfram í þessa átt. Þannig að spurningin eigum við að ríghalda í gamalt kerfi eða eigum við að horfa til framtíðar og kannski nýta við getum hort á þetta sem svona hálfgerða blessun í dulgerfi að það sé ekki sama þörf á mönnuðu vinnuafli eins og var og við getum nýtt þær tækniframfarir til þess að frelsa okkur þannig að við frá þessari 8 klukkustunda vinnudegi 5 daga vikunar minnkað vinnutíman okkar alveg gríðarlega mikið en með því að tryggja lífsviðurværi fólks á sama tíma, það skiptir ótrúlega miklu máli. Þannig að núna þá eru tækniframfarir óvinir okkar að miklu leyti út af því að við erum algjörlega háð störfum og launum til þess að ná endum saman. En ef við bara rjúfum þessa tengingu að þá allt í einu lítur þetta allt öðru sér við, þá getum við farið að vinna minna, þú sem starfsmaður eða þú sem einstaklingur í samfélaginu sem með tryggða framfærslu, skilyrðislausa framfærslu, þú hefur ofboðslega miklu meira vald þegar kemur að því að finna þér vinnu. Þú hefur vald til þess að segja, leverage til þess að segja nei við atvinnurekandinn þín og fara fram á betri launakjör eða vinnuaðstæður eða hvað sem það sem þú vilt fara fram á. Þú hefur þarna í fyrsta skipti getið til þess að segja bara nei. Ég sætti mig ekki við þessar vinnuaðstæður eða þessi laun, greiddu mér almennilega laun eða bætti vinnuaðstæðuna eða ég geng bara út og því þarf ekkert á þessari vinnu að halda til þess að ná endum saman. Þetta er svona valdeflingin á einstaklingsgrundvelli sem borgaralaun felur í sér en að sjálfsögðu þetta ekki töfralausn og við þurfum að horfa á þetta í miklu stærra samhengi. Það líka mikilvægt að lýðræðisvæða fyrirtæki og ég held að borgaralaun geti verið skref í átt að því að það gefur okkur aukið vald til þess að biðja meira þannig að við fáum meiri hlutdeild ekki bara í fyrirtækjum og vinnustöðunum okkar heldur líka bara í samfélaginu. Þetta kaupir tíma fyrir okkur til þess að auka samfélagslega getu okkar til þess að taka þátt í samfélaginu, í lýðræðinu, að sinna fólkinu okkar, vinum, fjölskyldu og bara pæla í því hver við erum og hvað við viljum skilja eftir okkur á þessari jörðu. Bjarni, hvað segir þetta? Þetta nú svona niðurstaða úr 2 ára atvinnuleysi Halldóru Mogensen, þar sem hún tróð handa saman. Já, ég tek undir þetta. Já, ég tek undir með bæði Halldóru og Ágúst Ólafi og mér sýnist núna, ef við skoðum þetta bara nánar að hugmyndin borgaralaun hluta af þessari hugmyndafræði almannatrygginga eða þess kerfi sem var lagt upp með fyrir tæpum 90 árum síðan. Þannig að spurningin hvernig við ætlum að deila, eða bara fyrsta spurningin hvernig samfélag viljum við hafa. Og ef svarið eins og mér heyrist hér að við viljum hafa samfélag sem tryggir það að allir þjóðfélagsþegnar hafi þessi grunnframfærslu. Það er nú bara því að það ekki sjálfstæðismaður við þetta borð og enginn í miðflokknum og þess vegna þessi samhljómur. Nei, nákvæmlega og
þá þetta spurning útfærslu og ég held að það hljóta að koma því að menn fara að huga þessu. En sko, mér finnst líka mjög mikilvægt í stöðunni núna að huga að næstu misserum og þá kemur upp í hugan hugtaki efnahagslegt ójafnvægi. Og við skulum hafa það sterklega í huga að það, og það má lesa það út úr bæði frá fulltrúum Samtaka atvinnulífsins og frá forsætisráðherra, nei fyrir ekki fjármálaráðherra, ætla ég að segja, hver stefnan þar og það bendir til þess, þessi málflutningur bendir bara til þess að menn ætli ekki að til dæmis að hækka skatta og ég vil bara minna á að í hruninu fyrir rúmum 10 árum síðan, 12 árum síðan, þá tókst þrátt fyrir allt að minnka þetta efnahagslega ójafnvægi. Það var með félagslegum aðgerðum. Og þetta algjörlega, sko, þetta hugmynd eða þetta bara framkvæmd sem byggir á því hvernig maður lítur á samfélagið, hvernig maður lítur á það hvernig þessi dreifing á að vera. Menn hvörtu sumir yfir þessar leið til skattahækkana sem var nýtt þá. Ég held því fram að við eigum að hækka skatta. Við þurfum að skoða það mjög náið hvers konar skatta við viljum hækka. Og við skulum líka skoða það eins og Ágúst Ólafur talaði hérna á þann og Rita Halldóra líka að með skattkerfinu þá getum við aukið hag þeirra sem á lægstu og millitekjum. Einföld skattabreiting þar, hún hefur miklu meira áhrif á framfærslu þessa fólks heldur einhvers konar málamiðlunar skattalækkun sem varð hérna núna seinast þegar þriðja þrepið var tekið inn aftur en þeir fengu að borgaða með því að hækka skattleysismarkið. Þannig að þetta svona, hvernig viljum við, hver sýn okkar á samfélagið eiginlega grundvallar spurning í því hvað gerist næst. Og ég held að alþingismenn og það er sko, ég treysti verkalýðshreyfingunni fullkomlega til að taka á þessu en þá þurfa alþingismenn líka að standa í fæturnar. Hefurðu trúað því þessi umræða sé í samfélaginu? Þetta vongóður að það náist samstaða meðal þeirra sem er í hinum ýmsu alþýðuhreyfingum sem að stunda alþýðustjórnmál fyrir hagsmuni alþýðunnar og verkalýðshreyfingin og almannasamtök og öryrkjabandalagi samtök eldri borgara nái samstöðu? Já, ég held það og eins og Haukur var að tala við erum að sigla inn í allt öðru sér tíma og við heyrum samhljóminn öryrkjabandalagi og eldri borgar hafa í áratugi talað einstaklega bákjör sem stór hluti þessara félagsmanna á við að stríða og verkalýðshreyfingin núna hefur stigið inn með fullum krafti, hvort sem það er Alþýðusambandið og upp í BSRB og BHM. Hluti þingmanna tekur undir þetta og ég held að við þurfum svolítið að vinna úr þessu. Þetta er komin einhver skriðþungi, það þarf breytingar til og kannski það bara næstu þingkosningar sem eftir ár en að sjálfsögðu það bara á næstu missurum sem verður úr því skorið hvernig verður haldið á spöðunum. Svo ég vil benda það líka að þessi gríðarlegi halli sem komin á ríkissjóð vegna þessara COVID ástands, hann náttúrulega verður næstu árin og það þarf að vinna úr því á þannig sama skynsamlega hátt sem ég er að tala fyrir en ég er ekki höfundur þeirra kenningar. En þetta er allavega mín sýn á hvernig ég vil sjá samfélagið. Haukur, í almannatryggingar þegar það var að koma á, að þá var hugmyndin sú að ef að þú varst óvinnufær vegna fötlunar eða sjúkdóma eða komin á efri ár, að þá fékkstu tiltekna upphæð. Það var ekki hugmyndin sú að tekjumunurinn af vinnumarkaðnum myndi halda áfram yfir í eftirlaunum. Það var svona að þú fékkst bætur fyrir að vera gamall, bætur fyrir að vera fatlaður. Borgarlaunin að mörguleyti svipuð hugsun. Allir fái bara sitt. Það sem hver maður er ein eining og hann á bara að fá fyrir það. Okkar kerfi, þannig sem við fjórum mitt á milli, ég veit ekki hvort að borgarlaunin séu almannatryggingakerfi dagsins í dag, en okkar kerfi það allt svona útbíjað í tekjutengingum.
Bjarni minntist á BHM var að tala að mesta tekjufalli væri það hlutfallslega og það eru kröfur það að þeir sem hafi verið hærri launum eigi að fá hærri atvinnuleysisbætur vegna þess að þeir eru með meiri útgjöld og líklega hærri afborganir á húsinu sínu. Út frá sjónarhóli gömlu almannatryggingarnar myndi líklega verið sagt, það skiptir ekki máli, þú fær bara pening fyrir að vera atvinnulaus og svo verður þú bara að ganga í greiðsluskjól eða eitthvað slíkt til þeirra sem þú skuldar eða á þessu leigir. Þannig það þarf bara að leysast sjálfum þessu. Við getum ekki leyst það í gegnum almannatryggingakerfið. Það er svona kerfið þess að tú að tala fyrir. Er það svona líkar því að þessi bara einn maður er bara ein eining og allir eigi að fá það sama eða að þeir sem að voru í vellaunuðu starfi og missa vinnuna í þá sjálfkrafa að fá hærri laun eða hærri eftirlaun? Ég held að við verðum að taka upp almannatryggingar aftur. Sko, þær hafa í rauninni verið felldar niður hér á landi og tekið upp kerfi félagslegra stuðnings. Það í rauninni engar almannatryggingar nema sjúkratryggingar. Það fá allir jafn og það það sem eimir eftir af þessu kerfi. En svo einkennilegt sem það þá eru lögin sem gefa lífeyri til eldri borgara og öryrkja. Þau eru ákvæðin eru í lögum almannatryggingar, enda þótt enga slíkar tryggingar séu. En við þurfum bæði þessa grunnframfærslu sem Halldór er að tala og er algjörlega í samhljómi við það sem ég verður að hugsa, sem eru þá almannatryggingar sem ganga til allra og hins vegar þurfum við líka félagslega stuðning. Það er ekkert hægt að láta sem svo að við þurfum ekki að styðja hópa mismikið. Og það er óskur leiðilegt að heyra endalaust að tala að kerfið megi vera flókið. Ég meina til hvers í óskupunum fengum við tölvuvæðingu ef ekki til þess að gera flókna hluti. Og samtíminn svo flókið að það ekkert réttlæti mögulegt nema til þess að hafa flókna reglur. Þannig að svarið mitt við þitt er það, já við þurfum almannatryggingar, við þurfum grunnlífeyri og við þurfum félagslega aðstoð. Mér langar líka til að bæta við og vera svolítið ögrandi í sambandi við það sem ég var að tala áðan. Og það mjög gamaldags að tala að fólk nenni ekki að vinna. Við stöndum frammi fyrir því í heiminum í dag og hér á Íslandi að stór hluti þjóðfélagana verður utan vinnumarkaðar og tæknin að frelsa manninn frá vinnunni og þetta svolítið sláandi upplýsingar að þetta raunverulega gerst og þetta mun kannski gerast verst í Asíu þar sem fólkið á lágum launum við að framleiða vöru fyrir Vesturlandabúa en öll þessi framleiðslufyrirtæki munu detta upp fyrir að verða algjörlega sjálfvirk eða þrívíddarbrenndarar koma til og framleiða fyrir fólkið. Hér á landi og í Asíu og alls staðar annars staðar fólki að frelsast frá vinnunni. Og þá spyr maður sig, atvinna mannréttindi? Samkvæmt mannréttindasáttmála, yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, þá ber hverri ríkisstjórn að útvega öllu þegnum sínum atvinnu. En ég myndi segja að við verðum að endurnýja mannréttindasáttmálann og segja að hverri ríkisstjórn ber að útvega fólki velferð. Það tel ég kröfuna í dag í staðinn. Og að sumu leyti frelsunin frá vinnunni, hún kemur sér vel fyrir þjóðfélagið og svona margir sér utan þjóðfélagsins. Það utan vinnumarkaðar það þýðir ekkert að segja, fólk nennir ekki að vinna. Það einfaldlega hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að stórir hópar vinni ekki. Og þetta svona mótsögn sem ég vildi benda á mótsagnir sem eru í samtímanum. Ágúst, þetta var svona rétturinn til þess að vinna ekki. Ólafur Margeirsson, hann hefur komið fram með á kröfu að það sé atvinnuframboðstrygging
og svona eins og hann lýsir þess að það væri það var bara búið til hellingarstörfum, sett í pott og ef þú ert atvinnulaus þá máttu bara bygga eitthvað, þú mátt fara í skógrækt eða þú mátt vera til aðstoðar á leikskóla eða þú mátt senda inn eitthvað að skrifa bók eða halda út í svona sjónvarpsþætti eins og við erum með eða hvað sem þannig að það væri svona, það væri bara hendum í pott öllum störfum sem við teljum að væri til gagns til þess að uppbygginga samfélagsins og hinn atvinnulausu eiga rétt á starfinu og geta sótt sér það. Þetta er svo ólíkt að annars vegar rétturinn á því að vinna ekki og að atvinnuframboðstrygginga en samt að einhver leyti ekki svo ólíkt eða hvað. Ágúst, heyrðu í mér? Já, ég heyri þér. Já, fyrir ekki. Já. Já, ég var að spyrja, bregðast við þessu, hvort það væri rétturinn á því að vinna ekki eða þá að krafan að ríkið sem með atvinnuframboðstryggingu. Þannig að ef ég vil ekki vera atvinnulaus, þá þarf ekki að vera atvinnulaus. Þá getur ég bara labbað inn og tekið af töflunni einhverja vinnu sem er laus og mætti vinnu daginn eftir. Já, ég var að sé þessi skrif hjá þessum hagfræðingjum. Mér finnst þetta mjög fróðlegt. Mér finnst, flestir vilja vinna. Það getur fundið undantekningar á því. Fólk vill almennt sé hafa eitthvað við tíma sinna að gera, vinnan göfga mannin og svo framvegis. Þannig að ef það ekki næg vinna fyrir hendi, þá tel ég að ríkið eigi með einum öðrum hætti að skapa vinnu. Við getum gert annars vegar með að styrkja einkaframtaki, til dæmis með að efla nýsköpun, rannsóknir, kvikmyndagerð, stórefla grænmetisframleiðslu. Þetta er allt hugmyndir ég er búin að vera að tala með Hása núna síðan þessi kreppa hófst. En við getum líka haft opinber störf. En við getum haft það, ég er ekki að tala um einhver atvinnubóta vinnu, ég er að tala um vinnu þar sem þörf er á. Menni við sjáum að það eru færri lögreglumenn á götun í dag heldur fyrir 10 árum. Við sjáum að við erum búin að mennta 100 hjúkrunarfræðinga sem ekki að vinna við hjúkrun. Við sjáum að okkur vantar opinbera sálfræðinga í skólum og heilsugæslu. Við sjáum að barnaverndarfólk er offlöðum verkefnum, það vantar félagsráðgjafa, það vantar sem bara grunnstoðir í okkar velferðar og mennta og heilbrigðiskerfi þegar kemur að starfskröftum. Þetta hef ég verið að kalla eftir. Þetta er eitthvað sem Katrín Jakobsdóttir getur alveg gert. Það er að fjölga hér opinberum störfum til að bæta þjónustunum gagnvart okkur sjálfum. Og hægri menn fara alltaf að segja, heyrðu, ríki á ekki að gera nei, ríki á víst að gera heilmikið og ríki á að gera meira þegar kreppa sækir að þjóðinni. Þannig að þetta er það sem ég hef verið að kalla eftir. Ég hef miklar áhyggjur af skort á störfum. Ég sé engar góðar fréttir vera á leiðinni. Ég sé hvergi fjárfestingar áætlunna eins og var reynt að gera eftir síðasta hrun. Hvar er hinn vel fjármagna fjárfestingar áætlun eða efnaðs áætlun? Það bólar ekkert á slíku. Við sjáum að 75% af aðgerðum þessar ríkisstjórnar, 75% fer í 2 aðgerðir, það eru atvinnuleysisbætur, annars vegar og hins vegar að niðurgreiða uppsagnir hjá fyrirtækjum. Þannig að hugmyndaauðgið er ekkert hjá ríkisstjórninni hvað þetta varðar. Þannig að mér finnst þetta skipta miklu máli að við spýtum hér í atvinnumálum. Íslendingar og flestir vilja vinna. Ég veit að atvinnumarkaðurinn að breytast eins og Haukur og fleiri að benda á. 4. iðnbyltingin að gera það. Ég held eins vegar með tækniframförum þá verða til önnur störf. Við höfum séð þannig byltingar í atvinnuháttum hafa yfirleitt haft þannig áhrif að sum störf falla niður eða verða úrelt en önnur verða til. Ég held að við munum uppistöðu vera langflest vinnandi og við viljum vera langflest vinnandi. Halldóra, rétturinn á því að fá vinnu eða rétturinn á því að þurfi ekki að vinna? Og vinnan göfgar mannin, ég veit ekki hvort að ég sé sammála þessu. Það bjargar lífið þínu að missa vinnuna, þú er lýst í það veist. Ég held að við þurfum líka að hugsa þetta orða vinna, þú veist, hvernig skilgreinum við vinnu? Er þetta bara starf, launastarf, er þetta starf sem er umbunað af núverandi hagkerfi eða þú veist, út af því að ég tel að ég er heima með dóttur minni, ég er að baka, ég er að elda, ég er að laga til, ég er að þrífa, ég er að þvo þvott. Er þetta vinna? Þú veist, ég tel þetta að vinna en hún er ekki umbunað, ég fæ engin laun fyrir þetta. En þetta er samt gríðarlega mikil vinna og það er ótrúlega mikið af svona ólaunaðri, ósýnilegri vinnu í samfélaginu sem að heldur samfélaginu gangandi. Það væri ekkert hagkerfi ef að það væri ekki fyrir þessa vinnu. Og þetta er mikið til sinnt af konum. Það væri ekkert samfélag án þessara vinnu. En
við í raun og veru, við launum þetta ekki út í núverandi hagkerfi, núverandi fyrirkomulag, það sér þetta ekki sem verðmæti, einhverju hluta vegna. Að ala upp börnin, við sjáum það ekki sem verðmæti, ekki nema ég gefi, set barnið mitt í hendurnar á ókunnugri manneskju til þess að passa það eða kenna því, þá það allt í einu orðið verðmæti, en ekki ef ég geri það sjálf. Þannig að þetta mér svo mikilvægt ef við horfum á þetta allt saman út frá bara hugsun framtíðarsamfélag og hvernig samfélagi við viljum búa í. Leið og við erum komið með skilyrðislausa grunnframfærslu sem allir hafa rétt á, með engum skilyrðum, þá horfum við á vinnu allt öðru. Ég alveg sammála því að það vilja allir vinna, en það vilja kannski ekkert allir vera á kassa í bónus, eða að skúra bankann, eða, nú þetta bara svona það sem dettur í hug. Ég hef áhyggjur af því þegar við erum að tala um það að finna störf og að tryggja störf, að þá sé hætta á því að það sé verið að neyða fólk í störf bara til þess að ná endum saman sem að það hefur engan áhuga á að vinna. Það það sem ég hef áhyggjur af. Mér finnst ekkert af því að búa til störf sem eru mikilvæg í samfélaginu og halda samfélaginu gangandi og hafa það bara opið fyrir fólk að sækja og ganga í þau störf og þeir sem hafa áhuga að gera það. En mér finnst að við verðum að tryggja og valdefla einstaklingin og tryggja það valfrelsi að fólk hafi vald og geti sagt nei, þetta starf hentar mér ekki, ég vil frekar vera heima að sinna barninu mínu og mála og sitja út á svölum og hugsa lífið og tilveruna og kannski svona aðeins rækta sjálfið og hugsa framtíðina mína. Og hvað kemur út úr því? Mér finnst það rosa spennandi. Hvað gerist ef allt í einu fullt af fólki hefur tíma til þess að hugsa á þann hátt? Hvað eigum við eftir að skapa í framhaldinu? Hvað dettur fólki í hug? Út af því að það nýsköpun sem við sjáum ekki fyrir og það getur enginn farið að búa til þau störf. Þau störf spretta bara algjörlega frá grasrótinni og einstaklingnum þegar hann hefur frelsi og svigrúm og tíma til þess að búa til eitthvað nýtt. Það finnst mér að vera spennandi. Hérna atvinnuframboðstrygging, þetta það svona háskalega tilhugsun. Þetta hræddur að enda með gulan hjálm einhvers staðar í Finnafirði að grafa skurð. Já, keyrði nú Finnafjörð í senastu viku, þannig að nei, sjálfur sér ekki. Ég get nú alveg komið því að hérna strax að frá með mánudeginum ég ekki í atvinnuleit því að ég hef þá störf á nýjum stað. Til hamingju með það. Afskaplega ánægður með það. Takk fyrir það. Þannig að, og ég var næstum því þannig að halda upp á 14 mánaða atvinnuleysi, en ég hef sótt tæplega 190 störf. Þannig að ég held að það sé mjög tæpt að geta sagað mig að hafa ekki haft áhuga á vinnu. Og það náttúrulega, sko, ég held að þessi umræða farið sama við þessa umræða borgarlaunin, sem sagt ákveðin val. Og ég hef bara sambarlega skoðun á svo Halldór hvað var það og þið alltaf, fólk vill langflest vinna. Það bara eitthvað í eðli fólks. Við sáum kannski skoplega hliðina á svona í upphafi kópsins þegar allir, eða mjög margir voru heima. Það kom ákveðin pirringur fram hjá sumum það þurfa að vera heima hjá börnunum sínum og ýmislegt annað og þetta bara sagt í smá gríni svo það sem ekki vera að taka mjög djúpt í árinni. En ég held að sko þetta sé svona manninum tiltölulega eiginlegt en hin hugmyndin að einhver vilji þá bara eins og hér kom fram vilja vera heima og baka og elda og taka til. Ég hefði rótað upp milljónum hefði ég fengið borgað það sem ég var að gera senastu 14 mánuði. Þannig þú búin að vera upptekinn maður í atvinnulífinu? Mjög svo, og kona mín kvartar yfir því að hugsanlega frá með næstu viku þá verður hún að fara að taka til hendina á heimilinu. Ég búin að vera atvinnulaus og ég kemst ekki í gegnum daginn, sko, það svo mikið að gera hjá mér. Já, nákvæmlega. Þannig að það er ekki allt launavinna sem maður gerir. Nei. Ég ætla að segja með þennan þátt hér. Herðu, en ég ætla að slá hvað segir maður, botnin í þetta, í kvöld.
Ég þakka ykkur kærlega fyrir, þetta voru mjög áhugavert fyrir mig að hlusta á ykkur ræða atvinnuleysi og almannatryggingar og borgaralaun og fleira sem að því tengist. Halldóra Mogensen, Ágúst Ólafur, Bjarni Jónsson og Haukur Arnþórsson, kærar þakkir. Takk fyrir. Hlustendur þakka ég fyrir að vera hérna með okkur. Á morgun verður rauðaborðið aftur klukkan 8 á föstudagskvöldi, þá verður hér eitthvað allt annað á dagskrá. Takk fyrir í kvöld. Góða kvöldið.